Hlutverk Ríkisútvarpsins að upplýsa, fræða og skemmta. Þessi hlutverk endurspeglast í öllu starfi okkar, sem gengur út af það að búa til góða dagskrá og miðlæni á hverjum degi út all land. Við vinnum fréttir og fréttaskýringar allan sólarhringinn, allt árið kring. Spjöllum við ómissandi fólk og erum ávallt á staðnum þegar mikið liggur við. Við sýnum frá stórmótum í íþróttum og stórum viðburðum í listalífinu, tökum þátt í þjóðarátaki gegn einelti og stefnum að enn fyndnara áramótaskaupi. Ríkisútvarpið útvarp allra landsmanna. Það okkur kappsmál að bjóða upp á metnaðarfullt, fjölbreytt gæðaefni af ólíku tagi. Í vetur erum við að auka innlenda efnið, menningarefnið og erum að stórbæta þjónustunum við börn, til dæmis með því að opna nýjan vef sem við köllum Krakkarúv og samhliða því að auka þjónustunum við landsbyggðina með fjölgun dagskrárgerðarmanna og fréttamanna á landsbyggðinni. Og síðan bara vonum við að þetta falli í kramið. Vandaðir og fjölbreyttir íslenskir þættir verða í öndvegi í vetur. Við leggjum kapp á að bjóða upp á efni sem á hvað brýnast erindi við íslensku þjóðina. Síðan ég kom hingað, ég alltaf verið hérna í Skagafirði og ég ekki alveg skagafirðingur en sem ég kann að syngja og drekka eins og skagafirðingar. Rík áhersla á menningartengda dagskrárgerð í vetur. Við beinum sjónum okkur að því sem hæst ber í menningarlífinu hverju sinni í Kastljósinu og með beinum útsendingum og upptökum frá stærri menningarviðburðum. Einnig verða einstökum listgreinum gerð skil í sérstökum þáttum og þáttaröðum. Nýjar norrænar þáttaraðir á dagskrá RÚV sem kemur að framleiðslu þeirra flestra í gegnum Nordvision samstarf norrænu ríkisstöðvanna. Sjónvarp sem miðill alltaf að taka einhverjum breytingum og það á að taka breytingum. Við skynjum það mjög greinilega að fólk að sækja aðra hluti í sjónvarp núna heldur en áður. Fólk sækir mikið í fræðslu, upplýsingar og fólk vil sjá mun meira af viðburðum, beinum útsendingum og við ætlum að svara því kalli í auknum mæli með því að bjóða upp á fleiri viðburði, menningarviðburði í beinum útsendingum og upptökur frá merkisviðburðum. Það lagið Unbroken! Já, ég sérstaklega spenntur og stoltur að geta lýst yfir að við munum bjóða upp á leikið íslenskt efni alla sunnudaga í vetur. Og þar ber náttúrulega hæst þáttaröðin Ófærð sem við frumsýnum jólin og sýnum í janúar og febrúar. Í dag svo ótrúlega mikil gróska í íslensku kvikmyndagerð að ég hef það á tilfinningunni að vorið sé búið og sumarið sé komið hjá okkur. Og þess vegna bara ótrúlega mikilvægt fyrir okkur að hafa batteri eins og RÚV til að sýna allt þetta efni. Og það svo mikil gleðitilfinning einhvern veginn að vita til þess að í vetur get ég sest niður með fjölskylduna og horft á gamlar myndir sem búið að endurnýja og græja og gera. Jafnframt nýjustu myndirnar, þetta eru bara nánast allar íslenska myndir sem hafa verið framleiddar að vera sýndar á RÚV í vetur sem bara frábært. Og pluss það eru að framleiða nýjar sjónvarpsseríur sem eru komin á bara þennan rosalega flotta standard, þennan evrópska standard, skandinavíska standard. Það bara ótrúlega mikilvægt fyrir okkur, íslensk kvikmyndagerðarfólk, að RÚV taki þátt í þessu með okkur og sýni þetta efni og haldi því áfram. Förum bara með pottþétt dansprógramm og skemmtiatriði sem við höfum hannað sjálfar og mölum. Það verður ekkert kvenkyns með í þessari ferð, sko. Það verður engin helvítis rúta, það verður langferðabíll. Ég verð með 2 þætti í vetur. Annars vegar þátt á föstudagskvöldum strax og eftir fréttum sem mun heita Vikan með Gísla Martini. Ég var búið með alla dagana þannig ég tók bara Vikan.
Þannig að það svona frétta og menningar, mannlífs þáttur það sem við erum að gera upp, það sem að gerðist í vikunni, bæði í fréttum og líka bara hvað var að gerast í þjóðfélaginu, kringum okkur, á netinu og allstaðar. En síðan ég líka að vinna með þeim spaugstofumönnum, þátt sem að verður á laugardagskvöldum, því að þeir eiga enn og aftur eitt afmæli og þessu sinni það sem sagt 30 ár síðan að þeir gerðu áramótaskaupið 85 sem auðvitað víðfrægt skaup. Gott kvöld. Nú á sunnudaginn kemur á dagskrá sjónvarpsins þátturinn Sjónvarp næstu viku. Nú við skulum kíkja á stutt atriði úr þessum þætti. Skjaldborg heimilin í landinu. Vist þetta ekki betra hjá mér? Nei, ég glata þig. Er ég ekki Gísli? Það leiðilegt fyrir okkur. Þú veist hvað við erum lélegar eftir þeim. Við erum með svona magnaðar eftir þeim eins og Sigur Sigurjónsson. Hann er alltaf eins, skilurðu. Við reynum þó, skilurðu. Ég verð að játa það að ég hef aldrei verið góður í að mála eftir númerum. Nei, ég ekki heldur. Ég er meir í leikar en það. Hætta þessu. Hætta þessu. Kaffi? Já. Útvarp Reykjavík, góðan dag. Í dag þriðjudagur, 8. september. Þulur Sigvaldi Júlíusson. Rás 1 gegnir einstöku hlutverki í miðlun og varðveislu á íslenskri menningu, auk þess að vera magnaður samfélagsspegill. Rás 1 í farabróti í íslenskri útvarpsmennsku og hefur verið það árabil og við ætlum að halda áfram á þeirri braut. Við erum að styrkja menningardagskránna okkar, við erum að auka fréttatengda umfjöllun, við erum að framleiða fleiri meira gæðaefni sem eru heimildaþættir, fléttuþættir, alls konar samsetti þættir ýmislegt, segja fjölbreytilega sögur af fólkinu í landinu. Við viljum leitast við að setja íslenska menningu og íslenskt samfélag í sögulegt og hugmyndafræðilegt samhengi og það gerir það engin betur heldur en dagskrá gera fólk á Rás 1. Það er ekkert sjálfgefið fyrir þann sem er á jaðrinum, og svo ég tali frá sjálfum mér, maður í þungararhljómsveit, að það sem þú ert að gera fá eitthvað gengi og fá eitthvað farveg. Og fyrir mig þetta einhvern veginn það sem að RÚV hefur gert fyrir mig, segi ég sérstaklega. Og í okkar tilfelli var Rás 1 sem pikkaði okkur upp fyrst og það svona einhvern veginn vatt utan á sig og við fengum svona einhver spilin á Rás 2 og Kastljósi og RÚV fór að sinna okkur. Þetta er svona það sem ég sé sem svona mikilvægi RÚV, að hluti sem að eiga sér ekki stað annar staðar fá eitthvað brautargengi. Rás 1 útvarpar nær öllum tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands í beinni útsendingu á fimmtudagskvöldum. 3 kvöld í viku svo farið í tónleikaferðalög til Evrópu og boðið upp á valda nýja tónleika víðsvegar að úr heiminum. Samstarf RÚV og Sinfóníuhljómsveit Íslands okkur mjög mikilvægt. Ég veit ekki hvort allir gera sér grein fyrir því að næstum allir tónleikar okkur í beinni útsendingu á Rás 1 og þannig náum við til þeirra sem ekki komast á tónleika hér í Eldborg. Og það gríðarlega mikilvægt og dýrmætt fyrir okkur því að við erum jú hljómsveit allra landsmanna. Og í vetur verður boðið upp á valda tónleika í beinum sjónvarpsútsendingum. Það er mjög spennandi. Útvarpsleikhúsið 85 ára. Það ólíkt öllum öðrum leikhúsum að því leitinu að það ekki síðra með lokuð augun. Ert þú lögreglumaðurinn að sunnan? Ég heiti Richard og já, ég lögreglumaðurinn frá Reykjavík. Nó, svo þú ert nýja andlitið í bænum. Velkomin á Járnkallinn. Jane heiti ég. 4 nýjir þættir hefja göngu sína á Rás 1 strax á eftir speglinum. Og þessir þættir eru ætlaðir fróðleiksfúsu fólki á öllum aldri og eru hluti af nýrri þjónustu Ríkisútvarpsins við börn í öllum miðlum sem nefnist Krakka RÚV. Komið sæl, ég Ævar vísindamaður. Vissu þið að ég bæði með sjónvarpsþátt og útvarpsþátt? Og á Rás 1 í vetur ætlum við að kanna saman sögu hlutana og sögu hugmyndana. Til dæmis fornleifar, lýðveldi og peninga. Bara þáttur sem að mér finnst það ótrúlega gaman að tala við ykkur í gegnum. Og ég vona að ykkur finnst gaman að hlusta á mig í gegnum það. Þá getum við talað saman.
Við erum að stórauka þjónustu RÚV við börn undir yfirheitunum Krakkarúv og kjarninn í því starfi vefurinn krakkarúv.is. Svo erum við að opna stafræna útvarpsstöð fyrir börn sem leikur íslensk barnalög. Stöðin verður í gangi allan sólarhringinn, þannig að íslensk börn í útlöndum, hvaða tímabelti sem geta hlustað á íslenskt efni. Krakkafréttir verða á dagskrá 4 sinnum í viku, klukkan 6:10 Þar eru fréttir líðandi stundar gerðar aðgengilegar börnum og ungu fólki á skýran og myndrænan hátt. Jæja, elskan, þá skulum við kíkja í leikhús í kvöld, Ó, ég hlakka svo til. Passaðu þig! Velkomnar. Við erum að leggja hérna lokahönd á stundina okkar, 3. þáttaröð sem fer í loftið í október. Og það mikill heiður að fá að taka þátt í þessum sögulega þætti sem búin að vera í íslensku sjónvarpi frá upphafi. Þannig að á næsta ári á stundin okkar 50 ára afmæli. Þannig að það mjög gaman. Í ár ætlum við að bjóða upp á mörg ævintýri. Við erum með fullt af gestaleikurum. Jóhanna Vigdís, Nína Dögg, Vigdís Finnbogadóttir, Páll Óskar, Egill Ólafsson, Margrét Helga, ég get ekki talið þetta aftur. Ég skal viðurkenna það að þetta svolítið lítil stúka, en við látum okkur hafa það af því að við erum að njóta listarinnar. Ó já, það gerum við. Stúdíó Mix og til í 2 og 2 Mix og gjör svo vel. Komiði sæl. Ungversk yfirvöld hafa lokað gaddavírsgirðingu við landamærin Serbíu og þar með stöðvað fyrir flóttamanna Ungverjaland. Þeir sem reyna að komast ólöglega geta búist við fangelsisdómi og hermenn mega skjóta þá með gúmmíkúlum. Start og klipp. Þetta gaddavírsgirðingin. Við færum ykkur nýjustu tíðindi og fréttaskýringar af innlendum sem og erlendum vettvangi. Hér eru fréttamenn á vakt allan sólarhringinn. Við tökum daginn snemma og erum með nýjustu fréttir og tíðindi klár þegar fólk vaknar á mótnana. Hádegisfréttatíminn okkar sem aðal fréttatíminn í útvarpi við daginn, hann vinsælasta útvarpsefnið á Íslandi. Hádegisfréttir les Kristján Sigurjónsson. Forseti Íslands setti Alþingi nú rétt fyrir hádegi og sagði við það tilefni. Íþróttaumfjöllun RÚV mjög víðtæk og daglega fjöllum við það helsta sem fyrir ber í íþróttalífinu. Hvað fær menn af stað? Frá upphafi hefur verið mjög öflugt dægumálaútvarp á Rás 2. Það verkefni Guðrúnar Sóleyjar Gestsdóttur og Sigmars Guðmundssonar að fara á fætur með fólki í splunkunýjum morgunþætti á Rás 2 í vetur. Á þeim 30 árum sem Rás 2 hefur verið í loftinu hefur hún gegnt mikilvægu hlutverki við að kynna ungt íslenskt tónlistafólk og margir hafa stigið sín fyrstu skref á tónlistabrautinni í samstarfi við Rás 2. 50% af þeirri tónlist sem spilaður á Rás 2 íslensk og mestu ný. Og það engin tilviljun að flestir þeirra sem hafa náð sem hvað lengst í íslenskri tónlist á erlendri grundu til dæmis, það eru listamenn sem voru fyrst spilaðir hér á Rás 2. Sigur Rós, Múkisson, Of Monsters and Men, Kaleo og svo mætti lengi telja. Og við reynum að vera á sem flestum tónlistarhátíðum í íslensku. Við erum á Airwaves og við erum á menningarnótt með okkar veginn stór tónleika og við erum á bræðslunni, aldrei fór í suður og svo mætti lengi telja. Eru þið tilbúin fyrir Amabadama, gefum við gott klapp! Við tökum þátt í menningarnótt með svona tónleikum og spilum músíkina, bjóðum upp á tónlistina sem við spilum á Rásinni allt árið kring. Við erum með rap og rock og reggae og allt mögulegt, ungt fólk og eldra og þetta það sem að Ríkisútvarpið á að vera að gera og Rás 2. Ég er ótrúlega ánægður með þetta. Sjáðu bara hvað þetta er geðveikt. Ég hveti ykkur til að skoða alla dagskrána á nýja kynningavefnum okkar og við hlökkum svo til að vera með ykkur í allan vetur.